Vegna niðurskurðar á RÚV verður ekkert skaup í ár. Þess í stað munum við hlýða á nokkur vinsæl erlend dægurlög til miðnættis. Öll eiga þau það sammerkt að hafa mjög almenna skírskotun. Góðar stundir. Við komum, sáum, syrðum og sjá, lofvor voru efnd. Við framsóknina færuðum, ég fór í hagræðingarnefnd. Stýrum væntingum, stillum kröfurnar, strax teygjanlegt orð. Strákar ræsum út stóru kröfurnar, strax teygjanlegt orð. Nú ætla ég að rústa þér, já reyndu bara að aftra mér. Rullu saman það sem fyrir því ég ætla bara rústa þér. Ó já, rústa þér. Í styrkjaflóði flutu við og fengur ekki spenum úr, en nú lagt bollinn súr. Stöðvum greiðslurnar, stíplum leiðslurnar, strax teygjanlegt orð. Nú ætla ég að rústa þér og þetta bara byrjunin. Rullu saman þann sem fyrir því ég ætla bara rústa þér. Nú ætla ég að rústa þér, reynd að vera ekki fyrir ég. Rullu saman það sem glatast hér, því ég ætla bara rústa þér. Ó já, rústa þér. Ó já, Ég rústa þér. Drífa sig! Þetta er flott, þetta var flautt. Álfengar. Skotan straft. Komdu fljótur. Hann er að koma, hann er að koma! Brosa. Já, nú fá þér að sjá að það býr ekkert pakk við þessa götu. Brosa. Nei, farðu inn aftur. Nei, blessaðu félagi. Sjú. Herru, djöðlinn er fín maður. Hvað er það leiðin í ammali? Verst inni. Harðu. Já, Rolex félagi, maður ætlar bara að klára þess að smelli þetta, ha? Verst inni. Herru, nei. Hvað er þetta maður? Nei. Ha? Ja, sjáu þið þennan maður? Já. Elín mín, skottastu nú heim og skiptum buxur. Já, en hæstvirtur þingmaður sagði að þetta gæti bara talist gallabuxur. Elín, þetta er löggjafarsamkoma, ekki countrybær. Já, þessar buxur eru frá Genúa, þetta er ítalskt. Þetta er sæl. Takk. Er ekki mötuneytið á annar hæðinni? Jú, annar hætti vinstri. Komið, krakkar. Komið sæl og velkomin í þáttinn. Þvílíkur stemmari, maður. Er ekki stemmari? Myndum okkur í fyrstu spurningu. Veistu hver ég var? Nei, ég veit ekki eins og hver þú ert. Whale watching. See the gentle giants of the ocean for 15,000. Whale watching. Whale watching. Whale watching. You want to see some whales? What are they doing to the whale over there?
Góðir Íslendingar, gleðilega hátíð. Ég langar til að nota tækifærið og þakka íslensku þjóðinni fyrir að hafa leitt Sigmund Davíð til forystu í landinu og hafa þannig tryggt mér fast starf í öllu gríni sem viðkemur honum næstu árin. Meiri Bauga, sem verður ekki neitt smáræði ef hann heldur áfram að vera hann sjálfur. Nei! Hver þarf listamannalaun þegar hann hefur þjóð sem að kýs svona grín yfir sig? Ekki ég. Megi íslenskri þjóð farnast vel alla framtíð. Við heita brunna, hreinan blæ og átíkn jökla, bláan sæ, hún uni grandvör, farsæl, fróð og frjáls við opið haf. Þannig að innkaupastjórinn í fyrirtækinu okkar, hann algjör pappakassi, sko. Daginn þá pantaði hann óvart risastóran gám, troðfullan af pínulitlum fánum. Við veitum ekkert hvað við að gera við þetta. Þetta bara svipað hjá mér, lagarstjórinn hjá okkur. Hann pantaði 1000 lítra af svona neonlitari skipamálingu. Það vill ekki nokkur einasti maður sjá þetta. Ég basically farin á hausinn. Nú? En við pöntuðum hellinga fuglásum til að selja í sumar. Það verður enginn keypt þetta. Enginn? Ég er á Reykjavíkurborg og ég þarf núna að breyta Hofsvallagötu í reiðhjólavæna götu. Já, það er bakgrað. Hvað? Skín á skítsins leið, ég skotast eftir henni, fossar frá rennsli, frá Árborgun á Grenni, skein í pappírsflóð og skála fyll af hægðum ölfus elfurinn. Hún tekur lengi við þegar kúkurinn rennur út í ána þyrfti pípara til að lægja skúrtu vondaugir íbúa. Við því ekki búast sjúklegir sörfíla sem þeir lætur kúast. Já, það er fullt út úr dyrum hér á kosningaskrifstofu Framsóknarflokksins. Hér er formaðurinn Sigmundur Davíð. Sigmundur, hvað ertu að gera? Ég er að fylla út tékka, Hvernig tékka? óútfyllta. Sigmundur Davíð, vinsællinn rista brauð. Við sendum boltan yfir á kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokksins. Já, Bjarni var að detta í hús. Þetta er búið að vera erfiður tími í honum. Fylgið hrynur og formannssætið er ótryggt. Já, þetta hefur nú bara gengið ágætlega hjá okkur, held ég. Ég er allavega öruggur með mitt formannssæti. Já, reyndar þá hefur þetta gengið svolítið illa. Og ég er mjög óöruggur með mitt formannssæti. Koma svo, Bjarni. Já, Bjarni spilaði þetta vel, fór að grenja og allt. Við skiptum núna yfir til Sturlu Jónssonar. Altså flokksins, ekki mannsins. Já, takk fyrir það. Jæja, Sturla, þetta er nú ekki hefðbundin kosningaskrifstofa. Nei, það er ekkert snobb hérna. Ég er bara venjulegur maður, venjulegur maður sem býr á dekkjaverkstæði. Veitingar, ertu með einhverja veitingar? Já, Nescafé og mjólkurkeks, svona eins og vanlegt fólk fær sér. Nú hefurðu klofið þig í 2 flokka, Sturla og Jónsson. Já, ég býð mig fram í Reykjavík Suður en ég býð í Reykjavík Norður, þannig að þetta var eina leiðin fyrir mig til að geta kosið sjálf á mig. Það er engin annar að fara að gera það, Hefði ekki verið einfaldara bara að flytja?
Jú, kannski. Já, við erum stödd hérna með einn af frambjóðendum Pírata sem virðist hafa fengið einhvers konar tölvuvírus. Segðu mér, mun þetta hafa einhver áhrif á kosningabaráttu ykkar? Já, einmitt. Harr. Við skiptum yfir í myndver. Það er sannlega gaman að vera með mann sem öll þjóðin talar Fyrsta spurning, hverju hefur þetta breytt fyrir þig? Hvað með svona hluti eins og kvenhylli? Some stunning new video of that man who got so drunk and out of control on a flight this weekend. Við munum öll eftir Guðmundi sem vakti athygli á heimsvísu þegar hann gekk berserksgang í flugvél Icelandair í upphafi árs og varð á einni nóttu einn þekktasti maður heims. En hvar maðurinn í dag? Herðu, það bara brjálað að gera. Ég bara, það mikið hringt og mikið spurt og ég komið með umboðsmennum og svo ég með umboðsmann í Evrópu og umboðsmann í Bandaríkjunum og það eins og ég segi, ég hef vallað undan. Guðmundur einn frægasti Íslendingur heims. Hann gaf á dögunum út ævisögu sem náði metsölu og hann eftirsóttur skemmtikraftur. Hann tekur starf sitt alvarlega og með aðstoðarmann sem hjálpar honum í flugdólgsbúninginn. Þetta tekur svona klukkutíma allt í allt með öllu, en það þarf reyndar ekki að teipa mig við stólinn. Ekki núna. Give a big comedy club welcome to Iceland Air Passenger Guy. Guðmundur hefur slegið í gegn í Bandaríkjunum og skemmtir þar reglulega fyrir fullu húsi. Because we have a brand new segment tonight is called What is the Iceland Hann hefur meira að segja komið fyrir í þætti David Letterman þar sem innslög hans vöktu mikla kátínu. En ertu hættur að fljúga? Já, ég hættur að fljúga. Ég má ekki fljúga. Þannig að... En frændi minn skipstjóri á fraktara. Þannig að ég bara fæ far með honum. Eiður Smári, nú hefur þú verið lengi í útlöndum og svona, hvernig líst þér á árið 2013? Þannig í ríkisstjórn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkur aftur kominn til valda Jón Gnarr, hann að hætta. Dagur B. ætlar hins vegar að halda áfram, þá loka Nammilandi á Laugaveginum og... Heitur minn, það er sko kallinn. Vissirðu þetta ekki? Tissjú. Baltasar, nú hefur kvikmyndasjóður verið skorinn niður 42%. Hvað þýðir þetta fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað? Þetta náttúrulega mikið áfall og en við reynum að gera gott úr þessu. Hvaða áhrif hefur þetta til dæmis á þín verk? Já, ég náttúrulega var að fara að gera mynd með Denzel og Mark og það varð ekki úr. Þannig að já, ég er náttúrulega, já, ég er sem sagt að gera mynd Everest sem við erum að reyna að finna leiðir til þess að láta ganga upp við ákveðna íslenskar aðstæður og þá leikara sem já, við höfum efni á að vinna með. Við hjá Djöflaginni fengum sérstakt leyfi til að fylgjast með á tökustað. Ok, strákar. Ok, þeir eru sem sagt að klifa fjall. Það kemur snjóskriða. Ari, þú dettur. Já. Ok, þú nærð því Ari. Já. Steindi. Já. 2 kostir í stöðunni. Já. Þú er annarkvort að skera hann lausan, bjarga sjálfum þér, eða þið degi báðir. Þú skerð hann, hann dettur og þú verð að grenja. Ok. Ok, þú getur það eða ekki? Jú. Já. Hvað hittum við aftur? Strákar, please. William og John. Ok. Ekki flókina. Ok. Drífa sig upp. Þú gerir þetta, ok. Takk. Williamson. Já, við höfum ekki mikið efni í þetta, ekki mikið tíma. Drífa sig! Já, drífa sig, strákar! Jísus Krist. Nei, 314, taka 4. Já, drífa sig til ramma. Ok! Og action! No, William! Don't cut! Cut! Strákar! Þú ert William og Steindi, þú ert John. Þetta er algengasta fucking nafnið í enskri tungu. Getur lært þetta? Sorry, Balti. Sorry, Balti. Sorry. Aui! I have to cut it off, William! No, John! Don't cut!
Ok, sjáumst á frumsýningunni. Og hvenær verður svo frumsýningin? Já, ég er nú ekki með neitt pening til þess að klippa hana, þannig að það verður bara seinna í dag. Esjan, eftir Baltasar Kormák. Frumsýnt seinna í dag, lengt 23 mínútur, Baltasar með hljóði með versjónskonur. Takk fyrir ekkert illu í. Æ, sorry, Balti! Sorry, Balti. Sorry. Sælar, ég er... Óli Geir. Ertu ekki orðinn þreyttur á indie, dúllu, drasl-hátíðum eins og Erfis þar sem þú þarft að bíða í röð eftir einhverju lopapeysu að spila einhver lög sem enginn þekkir? Komdu þá á Keflavík Music Festival! Keflavík Music Festival! Enga biðraðir, engin röð á klósetti, engin áhörundur, engin stappa fyrir fram á sviðið, engin á sviðinu. Fuck it, það er ekki eins og svið, bara gott. Party. Ertu ekki orðinn leiður á að bíða eftir uppáhaldshljómsveitinni þinni? Engar áhyggjur, hún verður ekki hérna. Það er hljómsveitir sem hafa afboðað komu sína eru Ensimi, Sig, KK, Bubbi og okkar útlandsband sem ég man ekki eins og hvað heitir. Keflavík Music Festival er málið, svo nældu í miða. Please, nældu í miða. Come on, nældu í miða. Við förum til bíl. Já, ok. Æsja, þetta buffi. Komiði sæl. Gera maður ráð fyrir úrkomu alla næstu daga. Austan 15 til 23 metrar á sekundu. Hvassast syðst, hiti á bilinu 3 til 5 gráður. Vaxandi suðaustanátt með rigningu og hvassviðri suðvestan til næstu daga og vikur. Hiti verður heldur kólnandi. Hver var þetta? Engin. Byrju, ætlum við ekki að kaupa ís? Við kaupum bara ís næsta sumar. Ís! Ég líka. Já, það er bara ekki hægt. Það er komið inn hórflampið. Katrín og Steingrímur. Ef þið voruð með 21,7%, núna eruð þið með 10,8%, þannig að þið mistuð bara 10,9%. Árni Páll og Jóhanna. Þið voruð með 29,8%, núna eruð þið með 12,9%, þannig að þið mistuð 16,9%. Til hamingju, Samfylking er the biggest loser Ísland.
Simmi, ertu vakandi? Já. Ertu að fá þér aðra Mountain Dew? Simmi. Hvað ertu að hugsa? Bara, ekkert. Ég er að hugsa morgundaginn. Meinar samkomulegið, samningin, afskriftirnar. Heldur að fólk kaupið ekki? Ertu stressaður? Nei. Ég var bara að hugsa hvort við fengjum aftur pönsur í morgumat. Pönsur? Það var ekki bara. Ég er til. Ok. Góða nótt, Simmi. Góða nótt, Bjarni. Simmi. Já. Eru píratar nokkuð til í alvöru? Nei, auðvitað ekki. Perfect. Hvað ertu að gera? Ég var að smíða túristagildru. Já, aðeins nær. Já, þarna. Yes! 100 euros. 100 euros. You took a photo. I don't have 100 euros. Special price, my friend. You pay now? 50 euros. I don't have 50 euros. That's a very good deal, my friend. Hey, get me out! Hey! Come back! Þjóðfélagið lék á reiðiskjálfi árið 2013 þegar upp komst að hópur Íslendinga hafði svikið möblur og peninga út úr IKEA í Garðabæ árabil. Þú veist, ég byrjaði smátt, bara ljósapera hér og billihilla þar. Setja svo strikamerki að ljósaperuna á billihilluna og öfugt. Skila ljósaperunni, fá greitt fyrir billihilluna og svo vatt þetta bara upp á sig, sko. Á fáeinum árum tókst Sveini að svíkja út vörur og peninga fyrir 10.000 króna og hann lifði hátt. Þetta var náttúrulega fucking sturlaður tími, sko. Íbúðin mín var eins og höfuðstöðvar IKEA. Ég lifði bara drauminn, sko. Den stóra draum. Þetta var rússibanni, sko. Íbúðin mín var bara eins og IKEA. Ég átti allt. Ég átti Gullholmen, ruggustóla með bananatrefjum út allt. Ég var með billihillur allstaðar. Ég var með Stockholm-línuna til hela. Hemnes, ég átti Hemnes með glerhurð. Núlmýra, ég var með allt, sko. Og alltaf til kjöttbólar og alltaf partí, sko. Einu sinni fór ég heim með 5 konum og við fórum í sexkant. Fan, hvað það var gaman. En Sveinn gekk of langt. Upp komst svikinn þegar hann reyndi að skipta á humlari sorpflokkunar poka fyrir förhauja eldhúsinnréttingu. Þeir tóku allt af mér. Dragor-motturnar mínar, Söterholm, 3-sæta sófan minn með háa bakinu og... Getum við slögt? Refsing Sveins var hörð. Og ég var dæmdur til að vinna sem sendill fyrir IKEA, þannig að þeir slippa mér ekki fyrir en ég hef sett saman jafn mikið og ég stál. Þetta gæti orðið mörg ár.
Fan! Krackar, ekki focka i Ikea. Trösti mer. Jag har kunnat vara här så länge, jag får kunna brejtas i svenskar. Mitt liv är helvete. Hjälp mig! Fan! Sama hvað fólkið vil. Jæja, Skan. Mamma. Já, Skan. Viltu segja mér sögu? Allt í lagi. Einu sinni, fyrir löngu síðan, var hér hrun. Efnahagslegt, en ekki síður tilfinningarlegt hrun. Hvernig þá? Jú, sjáðu til, allt sem Íslendingar voru búin að byggja upp var selt í hendur örfára einstaklinga sem vildu bara græða peninga. Og þeir eru svo gráðugir að þeir töpuðu öllu og Ísland fór á hausinn. Bara blúps. En ekki lengur. Nei, ástin mín, nú er allt breytt. Þetta var árið 2008. Nú er alveg að koma 2014. En hver er hringt í landinu? Hrintu? Já, hrunverjarnir. Það voru ljótu sjálfstæðismennirnir og ljótu framsóknarmennirnir. En hver er ráða núna? Það eru bara góðu kallarnir. Það eru allt aðri menn. Allt aðri menn, sko. Næstur tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra. Tjekka á þessu. Gunnar Bragi er í pontu. Eins og háttvirtur þingmaður sagði hérna áðan að í Bangrati. Nei, hvernig segir maður þetta aftur? Bandaríkin. Já, Bangrati. Þið vitið, þetta hljómar allt eins þarna í Rússlandi. Herðu, varstu búin að heyra með gaurinn sem að brendi svona svaðalega í sólbáðstofundaginn? Nei, hvað það? Þetta er einhver náungi sem var með ljós í fyrsta skipti í 20 ár og grilla á sér andlitið. Já, sko, bekkirnir eru aðeins kraftmeiri í dag, er það ekki? Er það ekki? Greinilega, maður hafði alltaf stökkbólgin á ramsu. Guðminn góður. Og svo stendur hérna þessi sólgleraugu á sviðumaður. Ég er að segja það maður, þetta er alveg magna helviti maður. Við skulum tileinka honum næsta lag og senda bakbakleður. Já, greið kallið. Lagði ég af stað til að ná mér í gott hann. Engin hlífðagleru því þau skilja eftir fall. Eftir 20 mín var ég bleikur eins og svín. Stokkbólginn og kominn í sjúkrabíl. Ég er frík, ég var hvítur eins og lík. Ég er frík vegna þín. Ég er pottþétt með exem og þangað til að ég fæ krem. Er ég frík, algjört gríp.
Átt þú ekki réttinn? Það? Já, ekki fjólublá línan, ég held að hún þýði. Nei, hún fyrir léttbifjól, held ég. Þessi bleika þýðir að þú átt að keyra en bara hægt. Heyrðu, fyrirgeðu, þú ekki að vitlausa akrein? Þessi fyrir stafgöngufólk. Aha. Það? Veitu, túrkisblá, hún þýðir að skokkandi fólk hefur forgang. Nei, túrkisblá fyrir línuskauta. Skokkar eru með sægrænt og joggar eru með fölblátt og þessi vespur eru með þetta heitir indigo hérna. Kóngablá. Og skærgræn, það er fyrir fólk með hjólastól. Og fílabennskvít, það er fyrir blinda. Ég veit að því ég var einn svona að deyta blindingja. Já, ég veit ekkert það, en þú ert klálega á vitlausu akrein og ég er hérna með barnavagn. Að bakka hérna. Já, ég veit að Og barnavagnar eru klárlega í forgangi hérna. Þú þarft að bakka. Hello, Iceland. We're coming over to your local city of Reykjavik for a nice religious event in Laugardal's Hotel. Feeling kinda empty inside? Want to get in touch with the good Lord? Well, come on over. Meet other like-minded people, chit-chat, exchange views about the gospel. It's a family-friendly event. Everyone's welcome. Mom, Dad, the kids, bring everyone. All you gotta do is just buy a ticket and not be gay. Just don't do that. You hear me? Just don't be gay. Hann verður að fara. Nei. Jú, hann verður að fara! Hvernig getur þú sagt þetta? Eftir allt sem hann hefur gert fyrir þig! Getum ekki haft hann hérna. Hættu þessu! Ég þekki ekki einu sinni lengur. Við getum ekki haft hann hérna. Hann verður að fara. Hvert á hann þá að fara? Hvað getur að leysa fyrir? Fara eitthvað annað. Við þurfum þetta land. Hvað með sjúkraflugið? Ó, Jesús. Hvað ef þú verður veikur? Eigum við bara öll að deyja hérna? Er það það sem þú vilt? Vilt að við deyjum? Echo starters across the room. Simmi, D-H-D, það er ég. Viltu vita tísku? Komdu þá með. Ég rokka Spari á hægri og Nike á vinstri. Og það var Roxford sem kenndi mér að rúllum í minstri. Rannsóknarflokkurinn, hann er svo smúð. Ég slæta í stólinn og ég fæ mér flúð. Þú getur ekki snert þetta shit og þetta spillir tíska 101 svo fylgstu með, litla bitch. Til að lúka vel þarf það fylgjast með. Allt saman Gucci og með ring á hverjum fingri. Með shades á smettinu og allur í glingri. Sverað ofan og bera neðan. Og það er í tísku að halda og höski á meðan. Tíska, bitch. Nu! Titta på mig nu! Nej, fan! Vi ska byta istället. Du ska till här. Jag ska ta 6 kap. Ja. Nu! Det är smart, Anders. Jag vill inte glo på din röv hela dagen. Jävla idiot. Ah! Jävla kött! Dra i helvete! Heyrðu, ég var að slasa mig, maður. Má ég sjá. Oss, þetta er rosalegt mitti. Við þurfum að kissa á bátinn. Kissa? Veitu hvað, það er ekki að sauma þetta aftur á, eða? Nei, það er óþarfi. Ég set bara plástur. Hvort þetta er Svamp Sveinsson?
eða Hello Kitty. Plástur? Hvaða kjafta þetta maður? Ég krefstist bara að fara beint í aðgerð. Það vantar mig útlim, sko. Aðgerð? Það rosa dýrt. Það kostar saumaskap og meðal og bara alls konar. Ég meina, ertu ekki með aðra hendi? Hvað þetta maður? Ég krefstist bara að fá að hitta lækni strax. Ok, við rættum lækni. Einhverju svoleiðis. En fyrst þarf ég að svæfa þig. La 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 la. Li 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 li. Fyrirgeðu, myndu, ert þú ekki hjúkrunarfræðingur eða? Nei, hjúkurnar fóru allar til Noregs. Ég er atvinnulaus leikkona. Sofðu, unga ástin mín. Takk fyrir að eyðileggja stærstu stund Íslandssögunnar! Komið sæl og blessuð. Gestur minn að þessu sinni íslenskur lögfræðingur og annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður fyrir Framsóknarflokkinn. Hún að mörgum talin, íhaldssöm með meiru og hefur síðustu misseri svo sannarlega verið milli tannan á fólki. Þú ilmar vel. Hvaða ilmvatn notar Vigdís Hauksdóttir? Ég held að það heiti Midnight Fantasy. Já, það ekkert slor. Nei. Nei. Miðnæturórar. Áttu þér einhverja miðnæturórar sem að þola kannski ekki dagsljósið? Já, mig dreymir að láta til mín kveða á Alþingi. Já, og ilma vel í leiðinni. Jú, það ekki verra. Já, vera hrein og fín og ilma vel þegar þú þjónar landi og þjóð. Já. Maður verður náttúrulega að byrja á því að taka upp úr eigin garði. Já. Ganga á eigin fótum. Góð. Leiðin að hjarta mannsins í gegnum magan og gráupplagt að bjóða dömunni upp á bita. Já, það eru pilsur í öll máli, eins og við segjum. Já, það ansi góðir. En ef þú ætlar að gera vel við í mat og drykk, hvað borðar Vigdís þá? Íslenska landbúnaðarafurðir. Já. Þá erum við að tala um bara lambakjöt á diskinn minn. Og hverju skólar þið niður með rauðvíni eða bara... Malt og appelsín. Malt og appelsín. Malt og appelsín með smá vodkatári. Þar hafið þið það. En hvernig býr hún Vigdís? Þess að kíkja hérinn. Hérna sefur þú. Já, hérna sef ég. Já. Sefur þú. Hvað slær klukkan? Veistu hvað klukkan slær, Vigdís? 3. Já, hún slær 3. Já, mjúkt það. Hér eitt og annað sem hefur gengið á. Hérna rætast draumar alþingiskonunnar Vigdísar Hauksdóttur. Ertu kannski draumóramanneskja, Vigdís? Já, mig dreymir oft. Já. En draumaprinsinn, hvar hann? Hér valið rúm handa hverjum manni. Já. Betra autt rúm en illa skipað. Skjótt skiptist veður í heiðskýru lofti. Morgun stund gefur gull í mund. Á morgun sefur solati. Nei, það ekki. Það segir solati, ekki sefur. Það eru þín orð. Nei, þetta bara stendur í bókinni góðu. Við kveðjum Vigdísi á léttu nótunum og óskum henni allsins besta í öllu sem að kann á hennar daga að drífa. Eða eins og segir í kvæðinu góða, að eignast vin tekur andartak, en að vera vinur tekur alla ævi. Fyrirgeðu þetta. Ég er svo litið flughrædd. Ég er eiginlega sjúklega flughrædd. Þetta verður allt í lagi.
Nei, það verður það ekki. Reynir bara að sofna. Ég tók dálítið slurk af svefntöflum. Hæ! Velkomin um borð í WOW Air, hressasta flugfélagi í geiminum. Já, hún er bara svo klippuð. Ef við kíkjum út í sætin, dragið frá björgunarvestin og blásið upp, þá breytast þau í kleinuhringi. Við mig borðaðu? Djók! Svona. Og góði gestir, bjóðum velkomin í loftið. Bjarna Töframann! Og flugstjórinn okkar í þessari ferð, hann er ekki annar en Adolf Ringel! Tjena allihopa! Og aðstoð varaflugstjórinn er Sara Unique. Hæ, þetta er Sara Unique. Og áður en við höldum lengur áfram, þá skulum við fá smá ókyrrð í vélina. Ekki læg. Hættið við, stoppið þetta. Manneskjan er að fá hjartaáfall hérna. Er læknir um borð í vélinni? Is there a doctor on the plane? Hey! Jú! Auðvitað! Glassi undir í heimi. Lífið hætti í mig beini og ég ætla að næra það. Svona. Þetta ætti nú að hressa þig við. Nú ætla ég að taka til eldgleipinn og teygjustökkið. Á hverjum degi lendir velstæður karlmaður á besta aldri í því að kona er ósamál honum á netinu. Á hverjum degi póstar ykkur þeirra brandar konu sem enginn lækar. Á hverjum degi færast laun einhvers þeirra örlítið nær launum konu í sambærilegri stöðu. Á hverjum degi er einhver þeirra unfrendaður fyrir ósmekklega samlíkingar. En allt eru þetta ósköp venjulegir íslenskir karlmenn sem vilja bara hafa rétt fyrir sér áfram. Stöndum saman í baráttunni gegn öfgafullum og ósangjörnum jafnréttisinum. Hver skeitt svona hressileg upp á bak? Hver lag öllum svæsnu SMS-unum mín? Sem ég sendi þér þegar ég var gersamlega fróðu hellaður að reyna með einhverja prinsessur á netinu. Hver gerði allar brjálaði næstum heila viku, en svo var öllum drullu sama? Og það sú. Og hver er búinn að hækka svo aftur í kaupullinni? Ég sú. Duglegu. Er það Snapchat frá Óla? Nú, er þið búinn? Jæja, litlu aumingarnir ykkar, á meðan að þið gengu í bústað og gerðu ekki neitt, þá hlupum við fjóla heilt marathon. Meistaramannir! Meistaramannir! Við gerum aldrei neitt. Nei, við erum svo óheilbrigð. Höngum bara inni. Ok, það er farið. Ég er alveg búinn, Það er ekki aldrei. Come see the Northern Lights. It's an amazing show. It's a great show. The Northern Lights up in the sky. You want to see the Northern Lights? Yes, please. This is the place to see the Northern Lights. Aurora Borealis? The Oro, yeah, the Oro, yeah, Borealis, yes. 8,000, cash, please, 8,000? yes. Yes, hurry. Yeah, yes. Yes. Thank you. Stand here, my friends, yeah? And just look up, and they will come. Yeah. Where they are, we can't see it. Wait, where are they? I can't see them. Don't worry, just keep looking up. They will come. Just don't look at me.
Nú styttist í annan endan á þessu skaupi og lokalagið rétt handa við hornið. Spennó. En fyrst vilja höfundar skaupsins minnast þeirra sem ekki gátu verið með okkur í ár. Eftirtaldir aðilar og eða atburðir komust ekki í skaupið þetta árið. Vilborg Pólfari, Gylfi Ægisson, Útrásarvíkingarnir, Æse, Dúkurinn á Laugardalsvellinum, Jón Gnarr, Landinn, Útsvar, Siðblindir skilanemndaskungar, Ryan Gosling, Tvífara Ryans Goslings, Unnusta Ryans Goslings, Ógeðslegi snákurinn í krónunni, Dagur Drusla, Texasborgarar, NASA, Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum sem hatar lífið, Star Trek flippið hjá Simma og Bjarna, Evrópusambandið, Megas, Frostrósir, spurningaþátturinn að Sveppa, Óli Steff, Hannes Hólmsteinn, Candy Crush, allir matarklámsþættirnir Útlönd, Danska sígarettudrottningin og sjálfur forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson. Þessi skets í boði bakarameistarans. Jæja, keyrum lokalagið í gang. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Ætlaðu ekki að fara að hætta þessu? Jú, það er áramótaheit, Bassi. Þú sagði það líka fyrra. Nei, það held ég nú ekki. Víst? En býttu, varst þú ekki búinn að lofa að hætta að tuða í mér? Nei. Ég sagðist alltaf að reyna að minnka tuðið á næsta ári. Það er mitt áramótaheit, manstu. Varst þú ekki búinn að lofa að hlusta betur á mig? Jú, á næsta ári. Það er líka mitt áramótaheit. Svo þetta eftir að fara með bílinn í skoðun. Þetta eftir að tjekka á fæðingabletnum á bakinu á þér og ætlar ekki að gera við stofugluggann. Ég fer í þetta strax í janúar. Ég hef búinn að segja þetta. Við þurfum bara að standa svolítið saman í þessu, Þú veist, með þessi áramótaheit. Er það ekki skam? Jú. Þú veist það er gamlast ár. Ég lofa að hætta að taka smá lán og skila spólunni sem ég tók þegar ég var 18. Hætta að borða pulsur, borða frekar pulsur. Fara í sjósund og fá mér hreinræktaðan mjóhund. Fara út að hlaupa með Retro Steffson, Freyju Haralds, Kára Stef og Gunnar Nelson. Drífa mig í leikhús og hvíla netið. Hætta að reyna að slá quiz-up Íslandsmetin. Ég lofa, ég ætla að hætta að reykja og ég ætla að byrja að mæta í ammæli og ég ætla að komast í landslið og ég ætla að hætta að borða nammi og ég lofa, en ekki í kvöld. Í kvöld við söfnum, gleðast út og við springum út. Enginn pyrripút og við springum út. Hætta að snúsa og jamma og djúsa. Reyna að kaupa silfurpeninginn að fúsa. Ætla að verða frægur, hætta að vera feiminn. Ég ætla að leiki í Game of Thrones og sigra heiminn. Missa nokkur kíló, svitna safti. Safna skegg í hári og lúka eins og balti. Lofa að vinna minna, vera betri faðir. En það eru bara svo margir kampavínsstaðir. Og ég ætla að hætta að sofna í baði og ég ætla að hætta að trúa geimverur og ég ætla að byrja að krydda franskandi mínar og ég ætla að skipta kyn og ég lofa, en ekki í kvöld. Í kvöld við söfnum, gleðast út og við springum út. Enginn pyrripút og við springum út. Og við springum út.
Franziska í Bónus? Hæ. Býtu, er ég í Bónus? Já. Þú ert í himnaríki. Himnaríki? Ég skil ekkert, sko. En þín tími er ekki kominn. Nú, býtu, hvað áttu við? Þú þarft að klára þín mál, skila blósa og fá þér þennan mjög hund. Sko, þannig ég er búin að lofa að fá mér að djöfis hund, maður. Er í lagi, ég verði bara hérna kannski, Ekkert rugl. Þú varst búinn að lofa. En býtu, hvernig kemst ég niður? Er ykkur lyfta eða má ég bara hoppa? Horfa þú í ljósið. Í kvöldi setrum, gleðast út og við springum út.